föður, Sonar og Anda. Amen. Við leggjum þessa minningarstund í Guðs hendur og signum okkur og við segjum í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Við skulum biðja. Himneski Faðir, þú sem reistir son þinn frá dauðum, hjálp oss að syrgja ekki eins og þeir sem ekki hafa von, en hjálp oss að sigrast á óttanum við dauðan í öruggri von upprisu og eilíft líf. Lát oss vera minnu þess að þú telur daga vora svo vér megum öðlast viturt hjarta fyrir trúna á Jesú Krist. Blessa oss þessa stund í helgidómi þínum og lát oss finna huggun og styrk fyrir samfélagi við þig og þinn blessaða son Jesú Krist. Við biðjum í nafni hans. Amen. Sofðu nú vært og bið.
Og segir postulinn, enginn á oss lifir sjálfum sér og enginn deyr sjálfum sér. Ef við lifum, lifum við drottni og ef við deyjum, deyjum við drottni. Hvort sem við þess vegna lifum eða deyjum, þá erum við drottins. Því að til þess dó Kristur og varð aftur lifandi að hann skyldi drottna bæði við dauðum og lifandi. Lofaði sé Guð og Faðir drottsins oss Jesú Krist, Faðir miskunnsemdanna og Guð allrar huggunar, sem huggar oss í sérhverri þrengingbori, svo að við getum huggað alla aðra í þrengingum þeirra, með þeirri huggun sem við höfum sjálfir af Guði hlotið. Því að eins og þjáningar Krists koma í ríkum mæli yfir oss, hann hljótum við á huggun í ríkum mæli fyrir Krist. Amen. Við Jóhannesi Guðspjallamanni. Jesús segir, allt sem Faðirinn gefur mér mun koma til mín og þann sem kemur til mín mun ég alls ekki brott reka. Ég stíg niður að himni, ekki til að gera vilja minn, heldur vilja þess sendi mig. En sá vilji þess sem sendi mig, að ég glati engu af því öllu sem hann hefur gefið mér, heldur reisið það upp á efsta degi. Ég sá vilji föður míns að hver sem sér soninn og trúir á hann hafi eilíft líf og ég mun reisa hann upp á efsta degi. Hann hljóðar hið heilaga Guðspjall, en sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Amen.
syngur vornóttin vögguljóð sín. Veröldin ilmar, glitrar og skín. Kvöldsett löngu í kyrrum skóg. Öldurnar sungu sig sjálfar í dá. Síðustu ómarnir ströndinni frá. Hurfu í rökkurró. Manstu það, ást mín, hve andvakan var, yndisleg forðum hamingjan bar. Ljóð okkar vor langt á vængjum sér, bros milt og þakkandi lágnættið leið. Ljósið sem dagsins á tindunum beið, fann þig í fangi mér. Vaki ég enn meðan vornóttin skín, veit mig þó bundin annarri sín. Stundir sem hníga í hausinn slóð, láta við eyru mér andvöku hljótt. Öðrum en þér flytur vorið í nótt. Ilm sinn og ástarljóð. Hátt upp á heiðum hvítir fuglar vaka, vængjunum stóru veifa þeir og blaka. Það eru álftirnar sem kvaka. Handan af hafi heim í auðnir fjalla, vordærin snemma villta hópinn kalla. Þá nú sungið fyrir alla. Hringaðir hálsar hljóðar taka dýfur, árvakur skarinn öldufaldinn klífur. Andi Guðs friðar yfir vötnum svífur.
ég sér að minnast, margt enn á seiði, bleikur varpinn bærinn minn í eyði, syngja þó ennþá svanir fram á Sé með ykkur og friður frá Guði föður vorum og Drottni Jesú Kristi, og Guð blessi þessa minningar og kveðjustund þegar við kveðjum hér í dag Árna í Garði. Predikarinn segir í Gamla testamentinu svo: það sem mér hefur virst gott og fagurt að maðurinn eti og drekki og njóti fagnaðar af öllu stríti sínu. Því hann streitist undir sólinni alla ævidaga sína, þá Guð gefur honum, því að það hlutdeild hans. Þegar Guð gefur einhverjum ríkidæmi og auðæfi og gerir hann færar að njóta þess, taka hlutdeild sína og gleðjast yfir starfi sínu, þá það einnig Guðs gjöf. Já, það Guðs gjöf að vera til og fá gleðjast. Mér eiga hann naut þess að vera til og starfa. Árni fæddist árið 1934. Foreldrar hans voru Halldór Árnason, bóndi í Garði, og kona hans Sigríður Jónsdóttir. Árni var þriðji í röð barna þeirra. Eldri en Árni voru Valgerður, fædd 1929, og Anna Guðný, fædd 1930. Þær eru báðar látnar. Yngri en Árni og Lifa bróður sinn eru Guðbjörg, fædd 1940, Hólmfríður, fædd 1945 og Arnþrúður, fædd 1947. Í manntali frá 1952 má sjá að auk Halldórs og Sigríðar og barna þeirra voru það líka í heimili Þura Árnadóttir, Þura í Garði, systir Halldórs, og Jens Jóhannes Jónsson, bróðir húsfreyjunnar Sigríðar. Það hefur því alls verið 9 manns á heimilinu. Það hefur verið líf og fjör að alast þarna upp sem eini strákurinn í stórum systrahópi, en ábyrgð líka því að hann vissi að samkvæmt hefð þess tíma myndi hann taka við búinu síðar. Árni ólst upp í Garði við hefðbundið sveitastörf. Skólaganga hér í sveit var eftir þeirra tíma sveitasið. Árni var einn vetur í Laugaskóla, veturinn 1951 til 1952, þá 17 ára. Hugur hans var til bústarfa í Garði og rak hann búið með föður sínum uns hann tók alfarið við því. Á veturinn var minna að gera í bústörfum og fór Árni þá ásamt fleiri Mývetningum sem venja var þá á vetrarvertíð í Vestmannaeyjum. Árni kvæntist Guðbjörgu Jónínu Eyjólfsdóttur frá Hrútafelli, austur Eyjafjöllum, þann 11. nóvember 1958. Þau byggðu sér íbúðarhús á jörðinni árið 1965. Árið 1962 til 1972 voru byggð fjárhús fyrir 450 fjár og útihús á tímabilinu 1960 til 1977. Börn þeirra
eru Eyjólfur, fæddur 1958, kona hans Sigurlaug Guðrún Steingrímsdóttir og eiga þau 8 afkomendur. Sigríður, fædd 1963, eiginmaður Ómar Magnússon og eiga þau 4 afkomendur. Helga Þuríður, fædd 1966, eiginmaður hennar Einar Sölvi Friðbergsson og eiga þau 8 afkomendur. Halldór, fæddur 1970, eiginkona hans Arnþrúður Dagsdóttir og eiga þau 6 afkomendur. Dóttir Árna Guðrún Hallbjörnsdóttir, eiginmaður hennar Helgi Gústafsson og eiga þau 11 afkomendur. Barnabörnin orðin fjölmörg. Árni byggði íbúðarhús í Garði 1 árið 1965. Hann var fyrst og fremst bóndi og þá sauðfjárbóndi og svo stundaði hann veiðar á vatninu þó nokkuð og veiddi mikið. Meðfram bústörfum starfaði Árni meðal annars sem lögregla á sveitaböllum, enda líkamlega öflugur og viljugur og duglegur til allra verka. Árni var stórbóndi. Búskapur hans var með myndarbrag. Hann þekkti landið í kringum sig vel og hafði unun af því að sýna fólki perlu þess sem sýndu því áhuga að vita meira það. Landglöggur rétt á orðið hann. Árni hafði gott minni á gamla tíma. Hann sagði mér meðal annars vísu af Fjallabensa sem að séra Árni hafði ort hann. Bensi var vinnumaður séra Árna og hann fór inn á Akureyri og sá þá að vinnumenn áttu frí á sunnudögum. Þennan tiltekna dag sem séra Árni orti þessa tilteknu vísu Bensa var brakandi þurrkur og hásláttur. Séra Árni var rennsveittur í heyskap en Bensi sprangaði á hvítri skyrtu. Það var sunnudagur. Þetta fannst mér alveg frábær vísa og Árni með sitt fína minni sagði mér þessa vísu og ég skrifaði hana niður og á henni eflaust einhvers staðar inni í tölvu. En ég var þó ekki viss og fyrir nokkrum mánuðum spurði ég hann aftur vísuna og það stóð ekki, hún var þarna alveg á réttum stað í minninu. En ég kunni því miður ekki að skrifa vísuna alveg jafnframt niður. Þannig að ég veit ekki alveg hvort að ég á hana. Það má segja Árna í Garði að hann var stórbrotinn og margra laga. Hann gat verið stór á stykkjunum, mjög skemmtilegur eða ekki. Það gat snúist í honum en hjartahlýr var hann ef hann tók fólki og reiðubúinn að hjálpa til. Eins og áður var innbrá var Árni mjög fróður landið og lífið í sveitinni, tók vel eftir því kynduga og skondna. Hann var stórkostleg eftirherma og þeir sem til þekktu sáu sveitunga sína lifandi komna í frásögunni. Andlitið Árna breyttist í andlit viðkomandi sem hann var að herma eftir. Þeir sem fóru með honum í leitir segja hann að það hafi verið gaman að vera með honum á fjöllum þegar vel lá á honum. Á efri árum hélt hann á tímabili sambandi við ættingja sína í Vesturheimi. Þeir komu til hans í leit á rótum sínum og hann tók þeim opnum örmum. Síðustu árin bjuggu Árni og Guðbjörg í þjónustuhúsi á Húsavík í tengslum við öldrunarstofnunina Hvamm. Hugurinn var alltaf við búskapinn í Garði þó hann væri á Húsavík og þá sérstaklega á vorin þegar allt var að lifna við. Þá kom hann og var með syni sínum og tengdadóttur í fjárhúsunum, fylgdist með og fór til að kanna ástand húnanna. Árni lést á Húsavík þann 24. mars síðastliðinn, blessuð sé minning hans. Ég hef verið beðinn hér fyrir kveðjur. Kveðja frá Árna Hauk, Helgu Þóru og Rut sem búsett eru erlendis
og geta ekki fylgt afa sínum. Kveðjan er svohljóðandi: Elsku afi, þakka þér innilega fyrir allar ógleymanlegu ferðirnar út á vatn og upp í hraun. Stefán Björgvin Björnsson og fjölskylda biðja fyrir innilegar samúðarkveðjur. Börn Rósu Bergsdóttur frá Marbæli í Óslandshlíð í Skagafirði senda samúðarkveðjur til ykkar og þakka fyrir góða stundir. Kveðja er frá Önnu Villu, Ólöfu, Dagníu og Þuríði Önnu í Vogum, svohljóðandi: Elsku Guðbjörg og fjölskylda, innilega samúðarkveðjur til ykkar allra. Því miður getum við ekki verið með ykkur í dag og hvatt Árna bónda. Guð blessi og varveiti minningu hans. Samúðarkveðja er frá Hildi Traustadóttur og fjölskyldu með þökk fyrir allt. Einnig samúðarkveðjur frá Fríðu og Siggu frá Nónbjargi. Elín í Svartákoti og fjölskylda biðja fyrir samúðarkveðju með þökk fyrir liðnar samverustundir. Hjónin Jón Ólafsson og Sigrún Stefánsdóttir og fjölskylda biðja einnig fyrir kveðju. Það er ósk aðstandenda Árna að aðeins hans nánustu fari með kistunni út af gröfinni, en biðja ykkur vini hans sem hér eruð að halda aðum þessu lokinni í Skjólbrekku og þiggja þar veitingar. Þar munu þau hitta ykkur. Guð blessi minningu Árna í garði og feli hann í sína náðar örmum. Amen í Jesú nafni. Amen. Því þar allt sem
Faðir í himnaríki, miskunna þú oss. Guð sonur og lausnari heimsins, miskunna þú oss. Drottinn Guð heilagi andi, miskunna þú oss. Nú lætur þú drottinn þjón þín í friði fara, eins og þú heitið mér. Því augu mín hafa séð hjálpræði þitt sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða. Ljós til opinberna heiðingjum og til verksenda líf þínum Ísrael. Lifandi drottinn, vert oss nálægur á hverju stundu hverfullar ævi og helga jalli sporin svo vér studd náð þinni hljótum það arfleið sem þú hefur kallað oss til. Bless oss öll í líf og dauða, blessa þú minningarnar sem þessi stund helguð og láta þær bera því vitni oss til blessunar alla daga. Við þökkum fyrir þú gafst okkur Árna í Garði, við felum hann og framtíð var allra þér. Veit honum þinn eilífa frið og fögnuð í dýrð hjá þér, fyrir Jesú Krist drottinn vor. Amen. Og alla bænum voru að fyrirveiksau fyrir bæn sem drottinn hefur kennt oss og við byggjum allt saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Ei leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Endilega við skulum bara taka vel undir það, þetta allir þetta þjóðhátíðarlag Mývetninga. Alla drottinn móðir mín, mér svo kær og hjartabundin, sætt ég býr við brjóstin þín, blessuð alna fóstra mín, hér á andinn óðum sín, öll sem verð á
rísa á fætur. Lofaði sé Guð og Faðir Drottins vors Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesús sagði: Ég er upprisan og lífið, svo sem trúar á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ertu komin, að jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skaltu aftur upprísa. Veit honum Drottinn þín eilífu hvíld og látið eilífu ljós lýsa honum. Hann hvíli í þínum friði í Drottins Jesú blessaða nafni. Amen. Drottinn blessi okkur varðveiti, Drottinn láti sinna ásjón lýsa yfir okkur og sé okkur náður, Drottinn upplyfti sín augliti yfir okkur og gef okkur sinn frið í Drottins Jesú blessaða nafni. Guði séu þakkir sem gefur oss sigurinn fyrir Drottinn vorn Jesú Krist. Amen.